Komið þið sæl. Nú ætlum við að kíkja á dæmi sem tengist því þegar að verð hækkar eða lækkar ákveðið margar prósentur. Og þegar að verð annaðhvort hækkar eða ef það er gefinn afsláttur og verðið lækkar, þá breytist verðið ákveðna prósentur. Og hér er regla sem er gott að kunna til þess að reikna þannig dæmi. Og ég segi það hér og nú að allar þessar reglur sem ég vísa í, sýn ykkur í svona bleikum kassa í myndböndunum, það er ágætt að skráða þær hjá sér og hafa á góðum stað til að grípa í og fletta upp í. En þessi regla segir að til þess að finna prósentubreytingu, það er að segja að verð breytist, við ætlum að finna hvað breytist mörg prósent, og þá byrjum við á að finna mismun á tveimur verðum. Og mismunur er sem sagt bara mínus, og það sem við gerum síðan er að við deilum með gamla verðinu, eða gömlu tölunni. Ég ætla að sýna ykkur dæmi. Hér er til dæmis sagt að vara kostar upphaflega 1750 krónur og síðan er hún seld á útsölu, það er að segja lækkar verðið, og hún er seld á 1490 krónur og svo er spurt hver mikill er afslátturinn í prósentum. Það er að segja hvað breytist verðið mörg prósent þegar það fór úr 1750 í 1490. Og þá byrja ég að finna mismunin á þessum tveimur verðum og gerir 1750 mínus 1490, hérna fyrir ofan strik, þetta er mismunurinn. Og svo deili ég með gamla verðinu og vara kostaði upphaflega 1750 krónur. Þannig að þetta hérna er gamla verðið áður en að fyrir að breytast. Og svo reikna ég fyrst fyrir ofanstrik, hvað er 1750 mínus 1490 mikið? Jú, það eru 260 krónur. Og þá get ég gert 260 deilt með 1750 og út úr því kemur 0,1486. Ef ég námynda þá get ég sagt að þetta er það bil 15%. Eða þið munið ég breyti prósentur með ekki reyðsinn 100. Það er alltaf lægi að hafa svarið með komum og segja 14,86%. Kíkjum núna á tvö dæmi sem er í bókinni hjá ykkur. Dæmi 2215 og blaðsíðu 51. Og þar stendur að sjónvarp kostaði fyrst 40.500 krónur og þegar að ný gerð kom á markaðinn kostaði hún 42.300. Reiknum út hækkunina í prósentum. Og við ætlum að nota þessa reglu sem ég var að sýna ykkur, að ég byrja að finna mismun og svo deili ég með gamla verðinu. Og hver er mismunurinn? Jú, hann er á þessum tveimur tölum 42.300 mínus 40.500. Þetta er mismunurinn. Og svo deili ég með gömlu tölunni. Hvað kostaði sjónvarpi áður en það fór að breytast verði? Það kostaði 40.500 áður en það fór að breytast. Hversu mikill er þessi mismunur? Ef við reiknum það, kemur í ljós að mismunurinn er 1800 krónur, eða 1800 krónur. Og ef við deilum því með 40.500, þá fæ ég út tögabrot 0,04 og einhverja fleiri aukastafi. Nú hvernig breyti ég þessu yfir í prósentur? Jú, ég margfalda með 100 og þá fæ ég það bil 4%. Eða ég má líka vera með aukastafi og segja 4,4%. Þannig að verðið hækkaði 4,4%. Ef við skoðum B-liðin í þessu dæmi, þá erum við áfram með sama sjónvarpið. Hér stendur að upphaflega kostaði sjónvarpið 40.500. Viðskiptavinur fær að kaupa eldri gerðin á 36.900. Núna skiptir þessi tala ekki máli. Við erum bara að athuga hver afslátturinn var mikill. Það er að segja að verðið fór úr 40.500 og lækkaði niður í 36.900. Hvernig var reglan? Byrjum að finna mismun
og deilum með gamla verðinu. Mismunurinn, þá ger ég 40.500 mínus 36.900. Þannig að mismunurinn er 3.600 krónur og gamla verðið 40.500. Nú aftur deili ég og fæ út tugabrót. Nú kemur 0,088 eitthvað meira. Ég ætla að breyta þessu yfir í prósentur, þannig ég gerir sinnum 100 og þá myndi ég fá 8,8%. Og munið ég mætti líka námynda þetta og segja að þetta er það bil 9%. Þannig að þetta er alveg rétt svar ef þið viljið hafa aukastaf. Þetta er líka rétt svar ef þið viljið hafa heila tölu. Og í bókinni er reyndar beðið heilar tölur, þannig ég myndi segja 9% væri rétt svar hérna. En takk fyrir mig.